Góða kvöldið og velkomin í kvöldkaffi hér á N4. Í kvöld aldeilis vona góðu vegna þess að ég stödd hérna í eldhússlúðri. Nei, ég segi svona. Ég með hana Gretu Bergrúnu hérna hjá mér sem hefur stundum gríni verið kölluð hérna doktor í slúðri. Jú, það er svolítið þannig, sko. Og nú erum við náttúrulega í kjöraðstæðum. Við setjum bara hérna við eldhúsborðið, það er enginn að hlusta. Já, það er ekki svo neitt sé að fara að heyra hvað við erum að segja, sko. Ekki neitt, sko. Það er ekki einhverja svakalega sögu, sko. Já. En sko, öllu grínisleftu, þá ert þú í doktorsnámi í Háskólanum Akureyri, það ekki? Jú. Og doktorsnámi í hverju nákvæmlega? Ég að taka doktor í félagsfræði. Já. Og svona með áherslu á byggðafræði og kynjafræði. Já. Þannig að og sem sagt að fókusera mest á ungar konur, þar sem að verkefni mitt byrja í rauninni í að skoða áhrif á ungar konur í sjávarþorpum, svona samfélagsleg áhrif. Já. Og inn í verkefni sem að snýst búferlaflutninga, þannig að þetta auðvitað svona stærra batteri alltaf eins og þessi verkefni eru. Jú, það þarf væntanlega að líta í alls konar horn. Það þarf að líta í alls konar horn og krók og kima. Já. Og svo sem sagt þegar við erum byrjuð í þessu verkefni sem að búferlaflutningar á Íslandi hjá Byggðastofnun og sem Þóroddur Bjarna hérna við Háskólann Akureyri stýrði því verkefni og hann fær mér svolítið inn í þetta að plataði mig svolítið í það líka, vissi ég á búin að sína áhuga á doktorsnámi að koma inn í það verkefni og skoða kynjavinkilinn. Já, áhugavert. Og þú ert ekkert sérfræðingur sunnan? Ég er ekki sérfræðingur sunnan, nei. Ég er sjálf ung kona úr sjávarþorpi. Já, hvar býrðu? Ég bý á Þórshöfn á Langanesi. Já, og þar hefur verið bara frá upphafinu? Já, ég er fædd á upphafinu í sveitinni við. Já. Og sveitabæði rétt við Þórshöfn. Bjó svo í 10 ár í burtu þar sem ég var að mennta mig, bæði í framhaldsskóla, þá var ég hérna á Akureyri og háskólanum hér og fór svo 2 ár í Svíþjóð í mastersnámi kynjafræði. Já. Svo svona fann ég það að ef það var eitthvað sem tosaði í mig þegar ég bjóði til Svíþjóð, þá var það alltaf heima. Já. Þannig að það var það á endanum niðurstaðan að búa heima og vann þar í 10-11 ár fyrir þekkingarnir Þingeyinga við rannsóknir. Og svo skellti ég mér í doktorinn. Já, magnað. Og verkefnið þitt í rauninni, þú ákvaðst að rannsaka slúður. Af hverju, hvernig leiðist maður út í það? Er það ekkert sprengjusvæði eða? Jú, og það er áhugavert, það er alveg óvægt að segja það. Það var þannig að í byggðafræðum þá oft talað það að einn af þáttum við lítið samfélag sem þá kannski mögulega ýtir fólki í burtu sé slúður og þessar upplýsingar og þessi mikla nálægð sem að sumir sækjast auðvitað í þessa miklu nálægð, aðrir eiga erfitt með það og það var svona eitt af því sem við vildum skoða í þessu stóra verkefni búferlaflutninga. Já, skortir á einkalífi. Já, og bara hvort þetta hefði í rauninni bara í alvörinu áhrif á fólk, að þetta væri eitt af því sem gæti ítt fólki af stað í búferlaflutninga. Þú ert frekari hugrökk að taka þetta inn í fræðasamfélagið. Já, kannski. Í rauninni, af því að þetta, ég meina það vita allir að það til eitthvað sem heitir slúður, en þú veist, það eitthvað ský. Já. Það svolítið erfitt að jarðtengja það, væntanlega. Já, og það sem í rauninni við förum í að gera að taka svona þetta hugtak slúður, þegar við förum að spyrja og komast að því að þetta hefur áhrif. Við fundum marktæka tengingu þarna við búferlaflutninga sem segir það að þú ert 2-falt líklegri til að flytja í burtu heldur en aðrir eða ef þér finnst vera mikið því slúðrað. Og þá það svoleiðis og auðvitað þetta bara mat hvers og eins, þá fyrir það líka persónulega hversu mikið þú hlustar á það sjálfur og hversu mikið hefur áhrif á þig. Það bara hver og einn metur það fyrir sig. Já. En það samt sem áður þannig að þú ert líklegri til að flytja í burtu og þegar við fundum það, þá einhvern veginn var þetta áhugaverðara að skoða þetta betur og leggjast mér í þetta og þannig ég enda í rauninni bara á því að þetta verður aðal fókusinn sem átti kannski ekkert endilega verið í upphafi en það líka það skemmtilega við doktorsnám að þetta mín rannsókn og ég svolítið sný því sjálf. Þannig að þegar þetta svolítið hoppar upp úr rannsóknargögnunum svolítið sem svona stór þáttur, að þá fannst mér það alveg tilvæli að taka þetta og taka slúðrið
í rauninni ég að taka svolítið nakkadrambi á því Já. og spyrja betur hvers slags vald þetta sko, þetta í rauninni kannski svolítið eins og valdstraumur sem að flæðir alls þar í samfélaginu, ég meina, og það ekkert bara í litlu samfélagum. Nei, algjörlega, það alveg rétt. Ég held að sé alveg slúðraðan fólki í höfuðborginni líka, já, í þeirra litla hring eða hvað. Þá erum við kannski ofta sko í stærri samfélagum, í hvort sem það í Reykjavík eða þá ertu með sko kannski íþróttafélag, þú ert með vinnustaði, ég meina, ef þú ert með 300 manni vinnustað, þá það alltaf bara starfið lítið þorp. Já, algjörlega. Og það þarf enginn að segja mér neitt annað en að þú vitir svolítið vinnufélagana og allt þetta, ég meina, það bara svona venjulegt, sko. Já, algjörlega. Þar eru bara lítil samfélög inn í stóra samfélagi. Já, en það sem að við erum auðvitað svolítið að skoða með þessu að sko, ef þú ert í litlu samfélagi og þú annarkot gerir einhvern annan skotan að þér sem ekki má, fyrir ekki í bölvi. Það bara allt í lagi. Það bara allt í lagi, yfir kaffibóllarum, sko, yfir kaffibóllarum. Já, akkurat. En sérst, ef það eitthvað sem að verður til þess að þú lendir í miklu slúðri og átt erfitt með að takast á við það, að þá í litlu samfélagi í rauninni kannski bara annarkot verður að takast á við það eða þá bara að fara. Já. En ef þú ert í stærra samfélagi og kannski bara vinnustað og þetta eitthvað svona mál, að þá getur þið skiptið vinnustað. Já, þú þarf kannski ekki endilega að taka lífið þitt upp og flytja það eitthvað annað. Þannig að það sem við erum líka svolítið að skoða þarna þú veist, hvort þetta sé að hafa þessi mismunandi áhrif í litlu samfélagum. Já, einmitt. Og væntanlega tengja það þá við sko brothættar byggðir og slíkt. Þú veist, manneskja sem flytur í burtu frá Þórshöfn kannski stærri partur á samfélaginu heldur en manneskja sem flytur burt frá Reykjavík. Algjörlega, auðvitað alltaf þannig. Á meðan það eitthvað sem að kannski ítrekkað að reykja fólk í burtu og þá það í rauninni vandamál á svona litlum stað. Það munar hvern einasta mann. Já. En þá náttúrulega líka sko að af því að hérna, það var ég er nú búin að allavega fyrir COVID, þá nú með svona fyrirlestra og svo svolítið svona verið að kynna þessar niðurstöður og þetta vekur alls staðar athygli og umtal og af því að það kannast allir við þetta. Þú veist, þetta bara partur af mannlegu samfélagi. Ég slúðra líka, það gera það allir. Já. Og við vorum aðeins að slúðra rétt áður byrjuðu, sko, þetta. að þá var einn háskólanemi sem spurði mig svo hreinskilnislega, sko, ertu ekkert hrædd að fólki í þorpinu verði reitt við þig? Sko, og þetta er svo fallega sko einlægt og þetta er svo meðvirkni, þetta er bullandi meðvirkni með slúðri. Já, og við þurfum bara að lifa með þessu. Já, en þetta var akkurat þetta af því að þetta auðvitað öðruvísi eins og segir að því ekki sérfræðingur á sunnan. Að þá þetta svolítið öðruvísi fyrir mig sem rannsakanda að taka þetta málefni fyrir af því að ég bý sjálf í litlu samfélagi sem að ég alveg ofboðslega tengd og líður ofboðslega vel í. En vitandi samt og sjá samt þessa sko þætti sem ég að skoða og rannsaka sem að þrífast auðvitað bara þar eins og alls þar annars staðar. Já, einmitt. Þannig ég pínu líka inn í æð því storm sem getur verið mjög gott, getur haft kost og galla auðvitað. En gerir það verkum að kannski þessi þekking sem ég að skilja inn þá kannski aðeins meira svona gildheldur en þetta væri einhver sem að hefði aldrei búið í svona samfélagi. Nei, einmitt, ekki svona alveg fengið að reynda eigin skinni. Já, algjörlega sko. En sko, ég talandi sko hugrekki í tengslum við þetta, þú veist, fólk alveg til í að tala þessa hluti, þú veist, það ekki trætt að þú skrifir niður, þú veist, þessi sagði þetta þennan og þess vegna flutti hann í burtu og þú veist, þetta vantalega með einhver svona dæmi og þú ferð og spyrir fólk spurninga og alls konar. Ég hef verið að taka viðtöl við ungar konur. Ég búin að ferðast núna sem ég byrjaði verkefni, þá ég búin að vera að ferðast svolítið á Vestfjörðum, búin að fara 2 ferðir þangað og þetta náttúrulega partur af verkefninu sem náttúrulega bara svo frábært að fá að ferðast líka bara landið, sko. Já, þú veist, maður verður náttúrulega svo ástfangin af Vestfjörðum að bara að fara, þú veist, þetta líka að gefa manni rosalega mikið að sjá þessi samfélag og stoppa þeim þar og finna svona svolítið taktinn, sko. Já, þú fær líka vantarlega að kynnast fólki aðeins öðruvísi, en ef þú væri bara, þú veist, eitthvað að spurja hitaveituna. Já. Og svo þetta líka, og þar hjálpar það líka því að þegar maður tala svolítið lingóði, sko, það þetta svona, ekkert endilega eitthvað sér tungumáli, en maður veit alveg hvað fólk að tala sko. Þú þekkir frasana. Ég þekki frasana, sko, það allt í skrúinni og alls konar svona frasa sem eru kannski notaðir og þá líka veit ég hverju ég að leita eftir.
Já. Þannig að en ég hef verið að ferðast og tala við ungar konur og auðvitað er þetta allt undir nafnleysi. Ég náttúrulega aldrei að setja upp nöfn, ég ekki að taka fyrir nein ákveðin þorp eða ákveðina landsluta. Þetta eru 18 þorp sem ég í raun að taka viðtöl í. Já. Þannig að en að sé hrætt að tala það, nei, í rauninni ekki, en samt sko, mér hefur svolítið vant að fá inn einhleyparkonur inn í þessi viðtöl og þá samt kemur það stundum þegar ég fer að spyrja, já, en ok, byrju, þú veist, það er verið að tala einhverja konu sem var fyrir barðinu og slúðrið, þú veist, ég auðvitað ofta að spyrja druslu, skömmun og fleira tengt slúðrinu. En þá kemur, nei, hún býr ekki hérna lengur. Já, einmitt. Og það kannski segir... Það segir ýmislegt. Það segir líka ýmislegt, sko, það segir ákveðna sögu. Já. En svo náttúrulega veit maður aldrei sem rannsakandi, kannski verið einhver sem að vildi tala við mig og þorði ekki stíga fram, en svo auðvitað bara svo margt sem maður rekur sig á líka, það auðvitað í þessum litlu þorpum eins og alls þar erfið mál sem að getur verið erfitt að takast á við. Einmitt, þetta er nú ekki alltaf bara eitthvað svona sem hægt að hlæja yfir. Nei. Oft þetta erfið hluti. Já, algjörlega. Hvort sem að það er byggt á sönnu algjörlega að búið að vinda upp á sig 400 hringi og lenda einhvers þar allt annars staðar, maður veit það ekki. Og það hefur alveg í þessu, sko, í þessum viðtölum og í þessu sem sagt verkefni að þá hefur það komið upp þetta að það koma alltaf upp til dæmis kynferðisbrotamál. Það auðvitað eitthvað sko, þá ertu bara að tala sko málefni sem að eiga við sko lög, þú veist. Já, þannig að ég hef auðvitað svona sko ef að það að koma upp hjá viðmjöldum mínum að sjálfsögðu það þá bara rætt, það ekki í rauninni það sem ég að leita eftir, því að það aftur kannski málefni sem að það sem verið að brjóta einstaklingum og varða við lög. Já. Það ekki ólöglegt að vera ofurölvi á þorrablótinu. Nei, og gera sér fíbli. Ekki samkvæmt landslögum eða sofa hjá einhverjum villusum aðila eitthvað svoleiðis. Það aftur sko eitthvað sem svo meira slúðraðum og getur orðið beitt sko. Já. Og það kannski meira þarna skilur auðvitað pínu milli þeirra upplýsingar sem ég að fjalla bara svona það. Þú ert svolítið í miðjunni. Ekki þetta allra versta og kannski ekki þetta sem að skiptir engu máli. Nei, þú veist, þannig ég svona reyna og það eins og alltaf, það eru alltaf gráu svæðin og allt það, sko. Einmitt. En bara svona til að skýra það pínu út, þá hefur notað þetta aðeins sem dæmi, þetta eins og með þorrablótið eða þú veist, framhjáhaldsmálin. Það er í rauninni ekki, sko, það varðir í rauninni ekki við lög, ekki við landslög. Nei, í rauninni ekki, hjúskaparlög. Ég var það við hjúskaparlög. Er það ekki bara eitthvað? Já, það er ekki eitthvað svona. En það er náttúrulega, og það kemur til dæmis, þar kemur rosa mikið inn í viðtölunum þetta slúður ástarlíf fólks. Já. Og það er auðvitað líka svolítið það sem ég hef spurt eftir, sem sagt þá eftir ég að tala ungar konur, bæði hvernig þær upplifa þegar þær voru þá yngri og einhleypar, ef þær eru, þú veist, giftar núna og svona, þannig ég svolítið að... Já, svona finna kannski munin á því, hvernig að vera einstæð ung kona í litlu sjávarplássi og að vera gift ung kona í sjávarplássi. Það er eitthvað öðruvísi. Já, og þú veist, ég er svona svolítið að taka og þá til dæmis kemur upp eitt sem að mér hefur svo aftur reynst aðeins erfiðar að taki betur á, og það með einhleypu konunnar, að sumar af því sem ég hef náð að tala við, þær upplifa svona aðeins kannski félagslega útilokkun. Já. Af því að þetta auðvitað rosa mikil hjónasamfélag og það sem verður svona menningin svolítið þessi svona hjónamenning, sko. Já. Eða þá að þetta eru kvennaklúbar og karlaklúbar, sko. Þannig að það skiptist aðeins upp og það er kannski upplifað þetta pínu sem svona haldi ákveðið sko frá, en að samanskapið kemur svo aftur upp í umræðin að giftir menn eru mikið að reyna við þær. Já, þetta er kannski samhangandi þættir eitthvað. Já, þetta er svona svolítið samhangandi þáttir, sko. Já. Þannig að það er auðvitað líka svona eitthvað sem að væri gaman að kafa dýpra í. Já, einmitt. Þetta er mjög áhugavert. Við ætlum að hendast í smá auglýsingar. Fólk getur rifjað upp eitthvað djúsi slúður á meðan, eða bara horft á auglýsingarna. Heyrðu, við komum aftur eftir augnablik. Velkomin aftur í kvöldkaffi. Við erum í hörkuslúðri, ég og Greta Bergrún frá Háskólanum Akureyri, doktorsnemi Háskólanum Akureyri. Og svo fyrir þá sem voru bara að kveikja, þá
þá erum við að tala verkefni sem þú ert að vinna í félagsfræði, tengdu byggðafræði, það ekki? Jú. Slúður og áhrif þess á helst ungar konur, það ekki svona fókusinn? Það svolítið fókusinn í verkefninu, jú. Já, og þá erum við líka eiginlega frekar að tala dreifbýlið heldur en þéttbýlið. Já, svolítið dreifbýlirnar, en það sem þetta bara líka skoða sko slúður sem konsept, sko, og hvernig svona valdið liggur í því og hvernig áhrif það hefur á fólk. Já, en sko, hefur þetta breyst mikið, svona slúðurmenning? Er það eitthvað sem þú hefur rekið þig á? Þú veist, er það orðið auðveldara að vera öðruvísi en hinir á svona litlum stöðum eða ekki? Já, ég held það. Ég held að við höfum, bara sem betur fer þróast sem samfélag í það að við höfum miklu meiri svona þolinmæði fyrir þeim sem eru öðruvísi, og ég held að það sé bara svona yfir höfuð í samfélaginu og ekkert kannski bara í dreifbýlum, en ég held að við höfum bara yfir höfuð miklu meiri þolinmæði fyrir þeim sem eða svona, fyrir því að sé ekki allir eins og allt það, sko. Og fólk kjósi að lifa lífsnögnin öðruvísi en eftir bókinni kannski. Algjörlega, sko. Þannig að ég held líka þarna hjálpi rosa mikið til þessar samfélagsbyltingar. Við erum auðvitað búin að vera núna í 3., 4., 5. bylgju af MeToo. Og ég held alltaf að segja COVID. Já, nei, ekki COVID. Maður er svo COVID síður, já. En MeToo, já, það er líka eitthvað. Það eru bylgjurnar líka. Já. Og það hefur hjálpað rosa mikið til, af því eins og í mínu verkefni þá ég þetta taka viðtölu konur og spyrja pínu hvernig þú hefur upplifað slúður sjálfa þig og í samfélaginu eða annað, og stundum kom upp erfið mál, hvort sem það eru sko barnsfærnismál eða kynferðisbrotamál eða annað sem kemst í umræðuna, sko. Og þá hjálpar svo mikið til þessar bylgjur sem við erum búin að fara í gegnum, af því að fólk bara almennt átta sig betur á því, til dæmis hvernig druslu skömmun virkar. Já. Hvernig við tölum náungan, hvernig við tölum þá konur kannski sérstaklega, konur verða miklu meira fyrir drusluskömmun heldur en karlmenn. Já, einmitt, og þetta kannski ekki alveg eins svart og hvítt og það var. Algjörlega, sko. Sem betur fer. Já. Það kannski eðlilegra að fólk hægir sér einhvern veginn sem að einhverjum kannski finnst ekki í lagi. Já, af því að þá þetta pínu, sko, og þegar maður fer pínu, af því þetta pínu sprengja á kýli stundum. Ég trúi því. Já, ég solti stundum að segja hluti sem að fólki finnst kannski ekkert endilega þægilegir. Að þá þetta stundum svoleiðis að ég hef stundum sagt ennbyttu, ef ekki tala þetta, þú veist, snúum aðeins við umræðinni, og það líka það sem búið að vera í MeToo. Sko, af hverju erum við að tala sko, þessa konu sem var að dilla sig framan í hann, af hverju hann sem eldri maður, af hverju ekki hann sem sko gerandinn í þessu, sko, þú veist, af því ég að tala sko hann líka valda hlutföll og alls konar, að við ráðum svo líka hvernig við tölum það. Og það þetta bara, við vitum að þjóðfélagsumræðinu, hvort sem það eru KSÍ-mál eða hvað það eru, þetta eru mál sem sko erfitt að takast á við. En svo má kannski heldur ekki gleyma því að í litlu samfélögunum, að þá getur þetta líka verið jákvætt. Af því að við erum auðvitað líka með, þetta virkar auðvitað pínu sem ákveðu upplýsingakerfi í þorpinu. Og þá þetta svolítið svoleiðis að þú hittir einhvern í búðinni sem eitthvað óvenju, úrillur. En þú gefur honum smá meiri böf þegar þú veist að hann var að missa einhvern nákominn. Eða þú veist að það eitthvað erfitt. Og þetta eitthvað sem þú kannski veist ekkert í stóru samfélögunum og bregst þá bara við illur á móti. Já. En í litlu samfélögunum þá færðu þessa, og það þessi nálægð sem vorum að tala áðan, þetta líka það sem maður sækir í. Ég meina, ég sækir líka í þetta búi í litlu samfélagi. En svo getur náttúrulega samt verið að það sé til fólk sem finnst þetta alls ekki þægilegt. Algjörlega. Og þrífst kannski ekki í svona samfélagi þar sem það er tilfyllt af fólki sem finnst ekkert gott að vita til þess að aðrir viti hvað það að gera. Já, algjörlega, sko. Þannig að það kannski bara hentar lítið samfélagi fyrir svoleiðis fólk. Og svo náttúrulega líka þetta með þessi samfélag að það verða auðvitað svolítið svoleiðis að þeir sem að búa þarna eru þetta að megninu til oft þeir sem eru fæddir uppaldir, þú veist, eða hafa búið í öðrum litlu samfélagum. Konur til þess eru mjög hreyfanlegar innan landsbyggðarinnar. Ef ég komist það líka meira eftir ég fór að bæði skoða gögn og tala við konur að kallarnir svona aðeins minna hreyfanlegri, þeir eru aðeins herra hlutfallslega þeir sem að hafa ekki prófa að búa annars staðar heldur konurnar. Að þá þetta líka stundum þó svoleiðis að ættarveldin, ef maður getur sagt þetta svo, í litlu samfélagunum verða pínu stundum fyrir suma eins og reglíf.
Þannig að Já. þú svona getur svolítið meira brotið að þér eða gert eitthvað á þess að fá skammir fyrir það, af því að þú býr svolítið undir þessar regli. Með einhverja forgjöf. Þú ert með smá forgjöf, en kannski fyrir aðra að sem hafa ekki þessa forgjöf, að þá eiga þeir líka samanskapið erfiðar með að brjótast upp úr sínum ættartengslum eða tengingum. Og það er eitthvað sem sögurnar hafa borið áfram og með því að það búi sama fólki sem ættina kynslóð fram að kynslóð það berast sögurnar áfram og slúður og ekki slúður og annað sko. Já, þetta er allt komið í eitt hræri graut og, já. Og það maður er kannski lengi einhvern veginn að hrista af sér einhvers konar slúður. Já, og ég hef spurt til það sérstaklega uppnefni og það er kannski bara gaman að segja frá að þau eru hverfandi. Já, það er gott. Það er mjög jákvæmt sko, þau eru hverfandi. En þau eru samt sem og til og þetta lifir pínu í og það er líka það sem ég verið að segja, við getum valið hvort við notum það ekki. Við getum valið hvort að við notum einhver gömul uppnefni á konur eða kalla þeim það, svona verið meira konur það sem ég verið að finna sko. Já. Sem er eitthvað sem fólk var að gera þegar það var sko ungt og einhleypt og var að stunda sitt ástalífið eða hvað það nú var sko. Og er með uppnefni og svo er þú kannski ferð og kona og ætlar að flytja aftur heim í þorpið og þá lifir þetta sko. Já, einmitt, þá vaknar upp á vondum draum og ert allt í einu aftur orðin. Já, og þá þetta sé eitthvað sem er hvíslað sko, en fólk getur valið hvort það notar það ekki, hvort það ákveður bara heyrðu, við skulum bara gleyma þessu og ekki að vera að nota þessi uppnefni eða... Sko, hvað er það yfirleitt sem að þessar unga konur sem þú hefur talað við, sem að lenda kannski í slæmu umtali, er það algengast að þær í rauninni bara flytja í burtu eða hvað er það sem gerist? Ég hef allavega að tala við nokkra sem hafa í rauninni sem eru það brottfluttar sem að hafa gefið sig á færi við mig og sem að fóru í rauninni bara eftir einhver svona slæma atvik. En ég líka að tala við einhverja sem að í þorpinu sem sagði ég fór og ég kom aftur. Þú veist, og Þurfti að taka smá pásu. Þurfti að taka smá pásu, aðeins sko og þannig að þetta er í rauninni bara alls konar. En það hafa alveg komið, ég hef alveg tekið við til einhverja sem að hafa bara hreinlega farið. Já, bara látið sig hverfa. Og eiga kannski erfitt með að koma tilbaka. Þó svo að það er eigi fóreldrar á staðnum eða fjölskyldu. Þannig að þetta er allavega hana. Já, og bóðslega sorglegt. Já, en þetta er alls ekki svolítið, ég hef alveg fengið á mig fyrirsagnir það sem ég hef sagt, hún er að segja slúður reki fólk úr þorpum, sko. Það er alls ekki... En ég meina það virðist bara vera... Í einhverjum tilfellum. Vera bara staðreind. Já. Og oft þarf fólk kannski aðeins að hugsa það, hvernig það talar nágrannan og vera kannski alveg vissum að... það sé eitthvað fóti fyrir sem við erum að segja og kannski öðru lagi þarf ekki endilega að tala hlutina þó þessu sannir sko eða kemur þér ekkert við eða ég veit ekki alveg nákvæmlega hvar maður á lenda þetta er svolítið gaman að tala fólk samt sko Já, og það gera það allir einhvern veginn sko en maður þarf eitthvað akkurat stundum að átta sig á því pínu svona, þarf ég að vita þetta á ég að vita þetta og svo það er líka stundum ég fæ stundum upplýsingar og bara af hverju á ég að vita þetta með einhvern annan sko? Af því að þú ert doktor í slúðri og hlýtur þú að fá að vita allt. Já, og það er mjög gaman að eftir ég byrja á verkefninu, ég fæ alls kyns spurningar og ætlast til ég viti alls konar hluti sem að Þú ætti bara að vera svona gangandi séu heyrt bara. Já, mögulega sko, þannig að Ok, og hvernig er þetta standað í því hlutverki? Ég veit það ekki alveg, ég held ekkert neitt rosalega vel sko. Nei, ég held að það sé bara gott og þér til framdráttar. En ég auðvitað bara eins og allir aðrir, þetta er bara í mannlega eðli. Við erum auðvitað umgöngust fólk, við umgöngust ættmenni og við tölum... Forvitin eðlisfari. Við erum forvitin eðlisfari, en svo er þetta líka kannski munur á því hvort þú ert að tala fólk bara af umhyggju, af því að sko, þér er ekki sama, eða hvort þú ert að bæta við og krydda sko. Já, einmitt. Og það hefur pínu líka nota sem svona dæmi af því að akkurat þetta, ég fæ, byrju, hvað er slúður og ef ég segi bara, vinur minn var að kaupa sér bíl og er að segja það við annan vin minn, er það slúður? Nei, það er staðreynd. En ef þú segir sko, ég held samt að pappa sagði borga hann. Já, ok. Þú veist. Þá búið að strá smá efasemdarkornum. Já, en þá var aðeins búin að bæta við upplýsingu sem
veist ekki alveg, þú heldur mögulega, ert ekki viss hvernig að borga í bílinn. Það væri náttúrulega alveg típist pappans að borga. Já, eitthvað svona, eitthvað en hann svo kannski berða áfram og segja, heyrðu, Jón var að segja að pappa sér keypti hann bíl, sko. Og þá ert þú búin í rauninni að komast að sögunni, þó að þú hefur bara sagt svona, kannski, veit ekki. Já, algjörlega. Þú veist, í næstu umferð þá erum kannski orðin að staðrind. Já, þriðji aðilinn, sko. Akkurát. Og það er gaman að því að það hafa fleiri einn og tveir viðmælendur nefnt sem sagt þetta eins og kvísluleikum þorpið, sko. Já. Við vitum öll hvernig hann virkar, sko. Jú. Þú kvíslar og svo er þetta komið eitthvað allt annað þegar þetta komið, semst, hringinn. Já, auðvitað. Komin alls konar nýjar tengingar. Alls konar nýtt, sko. Já, akkurat. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlega skemmtilegt og áhugavert umræðefni og ég er bara pínlítið öfunda þig að vera í þessum rannsóknum af því að þetta er mjög áhugavert og mannlegt. Þetta er svona svolítið kannski gluggi inn í svona mannleg fræði. Algjörlega og ég fæ bara bæði að heyra rosalega skemmtilega hluti og líka erfiða hluti. Þetta eru þessar konur að leipa mér svolítið inn í sitt líf. Já. Og en líka bara þetta, þú veist, ferðast landið og fá að vita alls konar hluti er bara frábært náttúrulega. Já, hljómar mjög vel. Og auðvitað bara það sem maður óskar alltaf eftir er að með allir þessari þekking og sköpun er að maður auðvitað óskar eftir að maður ná að breyta einhverju til batnaðar. Það er auðvitað alltaf það sem við erum að leitast eftir með því að vita meira og rannsaka meira. Það er náttúrulega alltaf jákvætt að opna á umræðina. Já, algjörlega. Allt og bara svona, ef maður getur aðeins ítt undir svona aukið umburðarlyndi, gagnvart öðru fólki. Algjörlega. Þurfum ekki öll að vera eins og gera hlutina eins. Nei. Það er að vera drusla ef manni finnst það gaman. Ef manni finnst það gaman, en svo er þetta líka bara akkurat þetta, þú veist, hvað er drusla? Hvað er drusla? Hvað er samfélagslega viðmiðið, sko, hvað er ásættanlegt, hvernig eru þessar samfélagsreglur, það er þetta svolítið af því sem ég er að skoða. Já. Hvernig, sko, er ásættanlegt. Það er síbreytilegt líka. Algjörlega. Sem betur fyrr. Já, sem betur fyrr. Já. Þakka kærlega fyrir að koma og við bara fylgjumst áfram spennt með slúðurrannsóknir. Já, takk fyrir það. Takk kærlega fyrir að koma, það má senda mér tölvupóst ef við erum með eitthvað gott slúður. Heyrðu, við sjáumst á vikuliðinni. Bless.